Geðveik stemming, við erum byrjað að dansa hér í stúdíónum. Þetta Calvin Harris og söngkonuna Florence and the Machine, Florence Welch. En það miðvikudagur og ég á eiginlega bara hálf erfitt með að tala hérna í stúdíónu þennan miðvikudaginn því að Pétur Jóhann Sigfússon mættur hérna til minn og hann ekkert í neinum venjulegum buxum í dag. Hann ákvað að standa við loforð sem hann gaf mér í síðustu viku og mættur hérna í leðurbuxunum sínum. Í leðurbuxum, kallar mig. Little bang! Þú ert í leðurbuxum. Little bang! Og vá hvað faraði vel maður. Maður sjá, sýndu mér að snúðir aðeins við, sýndu mér svona gef mér smá bossa. Já, farðu úr peysunni. Þetta, þú ert að daðra svo bæði við mig og aðra í kringu þig. Þú ert í svörtum leðurbuxum, Pétur, og svo ert í svona hvítum, þröngum ból. Þetta bara, af hverju ekki að fara í leður ef þú getur það? Nei, hann að dansa, kæru... Þú klikkað, maður. Heiðu. Ég get ekki tekið alvarlega í þessu buxum. Jó. Ég verð að horfa bara andlitaðar í allan dag. Núna fyrst getur þú farið að taka með alvarlega. Þetta ég veit ekki hvort ég að hlæja gráta að gefa það 5 þegar ég sé þið. Það eitthvað svalt við þetta, það eitthvað... Þetta triggerar allar tilfinningar í líkamann minn. Allar taugar og tilfinningar. Já, þetta æðislega buxur. Ég vissi það. Og fyrir ykkur sem vilji sjá þar, þá getið þið farið inn á annarkvort Twitterin hjá mér eða Instagrami. Það þannig, Guðun, við dreymtum þetta bara frá því að það var smá patti. Já, okkur veistu hvað þú ert að gera? Þú ert að gera eitt sem að kallast, þú ert living the dream. Þú ert að lifa drauminn, Pétur. Hvorki meira en minna, þú ert bara einn í leðurbuxum að lifa drauminn. Það fyrstu einu líklega öfuna sem að ég eignast. Nó, heldur þú kaupir ekki fleiri? Veistu þú byrjar? Nei, maður kaupir ekkert fleiri, maður. Maður á bara 1 par. Já. Síðan nota maður það bara í allt. Það verður ekkert flottar en þetta. Ég held að það verður ekki toppaðar. Nei. En við erum með svaðalegan þáttandi ykkur í dag. Svakalugur þáttur í dag. Já, stundum segjum við sem smekksneisa, en nú hann tróðfullur. Það bara þannig. Ætlum við valla að koma þessu öllu fyrir? Nei, við erum að fara að leggja orð í munn, sem dagskrárliður hjá okkur. Við erum með sturlaða staðreyndir. Við erum með nýjan Gunnþór. Gunnþór vinnur okkar við verið í smá fríi og það maður sem með allt á hornum sér og brjálaður. Það alltaf allir með öllum að drekka kampaðinn og hann pirraður í dag yfir bara hvernig staðan á þjóðfélaginu í dag. Það nýr Gunnþór sem að lætur þau hjá Shell bensinstöðu heyra það Skelvingi og svo erum við með Atsimat sem átti að vera vondatið en það eiginlega ekki að kalla þetta vondatið. Við erum búin að taka þetta upp við náðum að hrekkja hundahótel hér í bæ og ég held að það sé veisla. Já, við saminum krafta okkar í dag í vondaðinu. Þar heyrði Pétur Jóhann leika kolruglaðan hund og ég pirraður hundaeigandi. Þú var að reyna að panta hótelherbyggi fyrir hundiðinn. Já, hún svo indæl konal í símónum að þetta gæti ekki verið betra. Það var indislegt. Já. Hann kolruglaður eða hatar hann bara þig? Já. Ekki öskra á hundin, þetta hressandi. Svo erum við með Bölva í símtali, það hefur líka ekki verið hjá okkur í góðan tíma. Ég á til að olma. Svo karaoke, bara hvað ekki? Við höfum ekki pláss fyrir músík. Nei, það vallað við höfum tíma fyrir tónlist. Og við erum bara með rugl. Þetta það sem að strákarnir kalla smekksneisa og ég bara spyr, finnið þið fyrir þessu augnablikið eða? Veistu hvað ég kýs að kalla þetta? Hvað? Barmafullu. Barmafullu þáttur. Þetta Pitbull og Kristín Aguilera eins og með Feel the Moment og Pétur, nennir þú að do me the honor og kynnin slúður? Kæra hlustendur, við erum stilt á FM 95 blöð hér á þessum ljúa og fallega miðvikudegi. Það Pétur Jóhann Sigfússon sem þetta talar en á móti með situr ekki síður fallegur og vel af Guði gerðu maður. Hann kemur að norðan, Sauðárkróki nána tildegi, heitir Auðun Blöndal og hann sérlegur slúður kongur þess að þáttar við skulum gefa honum gott hljótt. Gjörðu svo vel Auðun Blöndal. Takk fyrir það Pétur. Ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber. Þessi forriki úlingur komið með, húðflúrsveikina, eða tattúveikina. Hann var að fá sér núna 4. húðflúrið á aðeins 2 mánuðum og að verða ansi yngaður, eins og þeir segja það núti. Hver? Justin Bieber? Justin Bieber, já. 18 ára gamall og hann komið tattú bara allan líkamann núna. Og segist ekkert alltaf hætta, hann segir þetta sé orðið nett fíkn hjá sér. Þú ert með 1 tattú sjálfur, ekki? Ég? Já. Nei, ég ekki með 1 tattú. En það sem þú gerðir þarna fyrir... Já, ameríska draumnum. Já. Það farið. Ferða af? Já, af því að þetta var á tánni. Já. Man lappa svo mikið á henni, þetta fer fyrir rest. Í alvöru? Þess að settu það þar, já. Ég held að tattú bara
færi aldrei. Já, ef þú lappar á einhverjum einasta degi þá fer það. Það? Það akkurat málið, sko. En Justin Bieber, hann með hellingatatúum og ætlar ekkert að hætta. Þetta einhvern veginn, ég hef tekið eftir bæði sko á Facebook og svona. Fólk sem byrjar að húðflúra sig, það færi eitthvað svona veiki. Já, þetta sko... Það veit alltaf meira og meira. Sér Frosta í mínus og... Já, þetta fíkn. David Beckham, já, það eitthvað fíkn í þessu. En sko, ég byrja ekki á þessu. Það margar verri. Já, svo sem að geta farið verið með mann, sko. Já, það er líka til marga betri. Eins og? Já, þú ert allir út í húðflúrum. Já, bara fíkill í... Það er töff. Reyndar það er töff ef það er vel gert. Það getur líka mishefnast, algjörlega. Já. En þetta, ég að skoða hérna húðflúrunars Justin Bieber. Þetta er svona allt í lagi. Þetta er ekkert rosalega töff en jú, þetta er ágætt. Einhverju svona skraut. Þú veist, er hann með eitthvað svona tá? Já, bara myndir og tákn og eitthvað. Þetta er allt sama rugli. Þetta er allt sama rugli, segir Auðun Blöndal og við veitum okkur í næsta slúður. Það er af honum Bobby Brown en þessi ræfill er komin í 55 daga fangelsi núna. Bobby Brown. Hann var tekinn enn einu sinni fullur undir stýri. Já, ekki bara fullur, hann var búinn að setja í sig eitthvað meira heldur en áfengi. Já. Og nú eru menn bara gjörsamlega búin að gefast upp á honum og það er búið að henda honum í fangelsi. Þar sem hann þarf að dúsa í 55 daga, hvorki meira enn minna. Það er nú ekkert svo langur tími. Nei, og hálfur mánuður. Fyrir hvað er það, segir þú? Hann er búin að, ég veit ekki hvað er búin að taka hann oft fulla. Ég held að hann keyrir oftar fullur en edrú. Algjör ræfilli sem maður. Já, þannig að þetta er svona uppsafnað. Já. Nú er nóg komið og setur inn í 55 daga. Bara uppsafnað, þetta er náttúrulega maður, sko, að segja hann sé búin að skýta upp á bak er vægt til orða tekið. Hann er með leðjun alveg upp á hár, sko. Er þetta ekki maður bara sem að skemmta sér á gaman að lífunu? Nei, Bobby Brown. Já. Nei, hann er, ég kenni, ástæðan fyrir ég ósáttur við hann, ég kenni, hvernig fórum vitni, ég kenni Bobby Brown það. Já, hún var bara America's Sweetheart þegar hún kynntist þessu vitlising maður. Hún var alltaf út og lifjar og ógæsluður. Já, úr því förum við í næsta slúður hér í slúðurpakka dagsins. Já, ég ætla að enda slúðrið á að það er búið að manna núna þættina Dancing with the Stars. En einn serían að byrja því úti í Bandaríkjunum. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma og er ennþá alveg nokkuð vinsælt. En það er orðið mjög erfitt að fá alvöru stjörnur í þáttinn núna. Því að menn vilja meina að eins og til dæmis Lindsay Lohan neitar að taka þátt í Dancing with the Stars því að hún vil menn hún sé búin að ná botninum á fræðinni þegar hún ferði hérna þátt. Já. Og það þykir vist ekkert allt og flott lengur að vera í þessum þætti en þarna hafa Pamela Anderson, David Hasselhoff og fleiri verið að dansa. Sem eru svona, nei, ég meina. Já, þetta fólk er ekkert að píka, þú veist, í fræð þessa dagana. Og ég held að er þetta ekki bara svipa á Apprentice á Donald Trump. Þú veist ekki allveg með Jay-Z og Michael Jordan þar, það er meira svona Dennis Rodman og Debbie Gibson og eitthvað svona kjaftaði, sko. Svona fólk sem hefur munað fífilsinn feguri. Já, og er svona að reyna að, rífa sig aftur upp. En ef þetta væri hér, á Íslandi, værið þú tilkipilegur í að taka þátt í svona þætti? Dancing with the Stars? Já. Nei. Ekki? Nei, ég held ekki. En ef ég væri til dæmis búin að segja bara, já, ég er til í það. Þú voru að dansa með okkur, ég veit það ekki. Er það? Kannski. Myndi það ekkert auka svona líkurnar að þú yrði með þig og ég væri... Já, pottið, ef þú verður að segja já. Já, ég ætla að segja það. Já, þá myndi ég skoða, það er ekki um þú myndi dansa í leðrinni þinn hummaður. Já, þá er maður í leðri meira heldur en bara í buxum. Já, þú verður bara í leðu galla. Mér langar svolítið í leðu vesti. Já. Sem getur verið í bera ofan bara og leðu vesti. Verið í leðu buxunum, bera ofan í leðu vesti. Já. Vá. Það er náttúrulega bara ultimate. Já, það er nú bara einhverja píur hérna úti sem eru núna að byrja að tvíklikka, sko. Tvíklikka? Hvað er þetta að tala um? Það eru að tjekka hvað klukkan er. Fáum smá Bieber, tattoo, krakka, rugla, vittlisingur. Nei, hann er frábær. Það er eitthvað sem þú verður að gera. Nú horfðu í hóp, setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndavél frá Ormsson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Pólo í kaupæti. Fáðu þér Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100
A100 með skiptanlegri linsu, ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumóla 9. Samfilm kynnir Beautiful Creatures, byggð á metsölubókunum Lenu sem býr yfir yfirnáttúrulegum kröftum. Loving his boy puts you in terrible danger. Jeremy Irons, Viola Davis og Emma Thompson. I'm gonna be claimed for the dark no matter what. Beautiful Creatures, frumsýnd 28. febrúar. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna Í kjallaranum. 2 tímar af hlátri og uppistandi í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðasala á miði.is. Doritos, dúndrandi gott snakk. Kjúklingasalat, kjúklingur í karrí. Kjúklingastaðurinn, Suðveri. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Byrjaðu í CrossFit. Grunnnámskeið á aðeins 12.990 krónur. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ég rétt að hlusta hér á FM 95 Blö. Ég rétt handa við hotnið leggja orðið munn og sturla staðarindir. Svo eitthvað sé nett fóruð með sprungun í hann Gunnþór handa ykkur í dag og ég veit ekki hvað og hvað. Ég veit ekki hvað og hvað maður. Herru, hvernig var Lemon? Var það gott? Já, Jón Gunnari? Já. Já, það var mjög gott. Sko, þetta, á hann þetta? Ég held að hann í þessu eitthvað, ég veit ekki. Hann á eitthvað í þessu held ég. Hann ekki bara svona markað skúruvinn? Nei, ég held þetta, hann meir en það þarna. Hann einn af eigendum. Þetta var voða gott, svona samlokur og djúsar og svona. Djús og samloka? Já. Heyrðu, síðan, ég var nefnilega að sjá myndir hérna á Vísir. Ok. Og hann var hann Damon Younger. Já, sem leikari? Já. Sem að, vann Eddunu daginn. Sem fyrir leikari í aukalautur ekki? Já, ég ætla alltaf að ræða þetta við þig, Ok. Vegna þess að ég talaði við hann. Já. Á Eddunni. Ég hafði aldrei talað við hann svona augliti til auglitis. Nei. Og vorum ekki að spjalla og hann kynnti sig. Já. Og ég verði að viðurkenna, ég man ekkert hvað hann heitir, skilur. Ég eina sem ég man og veit bara Damon Younger. Já, hann kynnti hans ekki sem Damon Younger. Jú, bæði. Eitthvað Ásgeir eða eitthvað? Já, hann heitir Ásgeir eitthvað. Já, en svo bara sann, Ásgeir, Damon Younger, sann þegar hann var að kynna sig bara fyrir mér, bara við vorum bara 2. Þannig hann sagði fyrst að hæ Ásgeir, eða bara Damon Younger. Já, ok. Og ég svona... Hann heitir Ásgeir, sko. Já, en þetta er listamannsnafni hans, Damon Younger. Já. Og þetta finnst, og líka þegar að, þú veist, hann vann Edduna, og Edduna fær Damon Younger. Já, það var sagt listamannsnafnið hans. Já, þetta langar mig. Þessu vil ég ná. Já, þú vilt fá þitt listamannsnafn. Já, veist, ég er alltaf bara búinn að vera með mega hallaríslegt. Skilur bara Pétur Jóhann Sigfússon hér. Já, sem er líka, sem enga veginn virkar ef maður skildi mega það í útlöndum. Líka bara orðin stimplaði trúður. Í rauninni, já. Já, það var þetta nafn. Já, þú veist, ég ætla ekki að neita fyrir það. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon hér. Já. Já, þú veist, ekki hér. Nei, en til dæmis ef þú er að fara að leika í Svartur á leik, þú hefði viljað leika Bruno og einhvern harðhaus. Já, það er ekki að segja þetta, herru, já, svo Pétur Jóhann Sigfússon leikur hér mafjósan. Það myndi aldrei seljast, sko. Þannig að, ok, hvaða nafn viltu byrja með? Það er svona heila mál. Ef þú byrja, ég ætla þá jafnvel að hendi eitthvað nýtt líka. Það myndi hjálpa líka okkur báðum, við erum búin að vera það lengi að. Damon Younger í rauninni nokkuð vel hefnað, sko. Damon Younger. Get ég ekki, ég er að spá að vinna með Antonio. And Damon Younger, skilur það brand new movie in the theaters next to you. Damon Younger. Eða eitthvað svo veist, ég kann ekki... Já, þú mátt ekki spila því, hvað á þitt nafn að vera? Nei, þú veist, ég er að segja það, sko, að þetta er greinilega þau hugsa hjá honum. Já. Og ég er svona, þú veist, ég er ekki alveg búinn að hugsa þetta. Mér langaði bara svona ljá máls á þessu við þig. Já. Ert þú með eitthvað? Já, ég er að byrja að kalla mig Antonio. Antonio? Já. Antonio Energy, eða eitthvað. In theater next to you. Antonio Energy. Nei. Antonio Energy er alveg vonlust. En bara Antonio Blondell. Blondell er alltaf, þetta er alltaf líkt Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ég var ekki búinn að hugsa þetta, þú varst að hugsa þetta. Þú ættir að vera búinn að hugsa eitthvað nafn fyrst þú varst að spá í þessu. Ég var að spá í Dewey Egberts. Hæ? Dewey Egberts.
Dewey Egbert. Já. Það er bara erfiðar heldur Peter Johan. Nei, Dewey Egbert. Það er skrifað sko D-O-U-V-E. Dewey? Hvað ætlar, ertu franskur? Dewey. And starring Dewey Egbert. Ég finnst það hérna. Það er ógeðslega. Nei, þetta límist maður. Dewey Egbert. Þetta límist ekki. Egberts er eitthvað sem enginn heitir. Dewey Egbert. Já. En sko, Jóhann Jóhann er búin að sjá nýju myndina með Dewey Egberts. Þú getur ekki sem sagt það sjálfur, þetta er nafnið. Nei, ég er rétt ruglaður, maður. Ég er bara smá. En það er ekki bara Dewey Johan. Dewey Johan. Já. Já, en samt, það, jú. Sko, hann... Dewey Egbert er erfiðar heldur en Dewey Johan. Hugsaði maður, Damon Younger and Dewey Egbert in a brand new movie. Dewey Egbert, like you've never seen him before. Ég segi Vá, ekki maður. Dewey Johan. Eða, þú veist, og svo bara geti maður nota þetta bara, komið og hætta bara þessu Pétur Jóhann Sigfússon hér rugli, sko. Já. Já, blessaður, þetta er Dewey Egbert hérna. Já, heyrðu, hvað segir? Er pöntunum tilbúin? Dewey Egbert í leðurbuxum. Ég kom að það með bíl til ykkar í viðgerð í morgun. Hvernig heldur hann að vera tilbúin? Hver er þetta? Dewey Egbert. Hvað heldur að við Sveppi verður lengi að byrja að kalla þig Dewey Egbert? Dewey Egbert. Ég mun alltaf kalla þig Pétur heldur. Ég get ekki bara að segja bara, herru, er Dewey heima? Egbert. Dewey Egbert. Þetta er hérna fyrir... Dewey Egbert. Ég sé þetta er á einhvern bolla. Já, ég meina með þetta gerð flott nafn. Ef að Sigrún svaraði síma bara, herru, er Dewey heima? Já. Hvað er Dewey Egbert sem bara Ég held svona? að það sé komið til að límast. Þetta er ágætisnafnið þess. Og Eddan í ár fyrir... Auðun Blöndal við hliðina mér situr Pétur Jóhann Sigfússon og það er komið að dagskrárliði Pétur sem að við köllum, við byrjum að kalla þetta leggja orð í munn. Já. Og svo fórum við að kalla þetta, leggja setningar í munn. Því þetta er ekkert bara eitthvað eitt orð. Nei, þetta eru setningar. Já. Þannig að setningar í belg. Setningar í belg, er það nýjasta nafn á þessu? Já. Ok, við erum báðir búin að skrifa hér á blað 3 setningar sem að við viljum að hinn setji í símtali á sér. Já. Þetta er svona einhver léttur fíblaskapur og hvort viltu byrja yfir eftir? Bara, þú mátt byrja. Og ég byrja, ok, þá er bara spurningin, hvað ertu með handa mér? Sko, Já. ég er hérna með 3 setningar. Ok. Og það eru þematengdar í dag. No. Er eitthvað sérstakt fyrirtæki sem vilt að ég hringi í? Nei, í rauninni ekki. Ok. Skiptir engum máli. Fyrsta setning er svona. Já. Ok. Já, sæll. Er öll ljós kveikt og enginn heima? Nei. Shit. Næsta setning er. Ég sé Ólaður Ragnar, eða? Nei, bara, þú veit, gæi sem er með setningarna hans allan á hreinu. Ói, maður. Síðan næsta setning. Já, rólegur. Ef að ræða það eitthvað. Ég veist, við veitum að ræða þetta, maður. Svo er síðasta setning. Er ekki mamma henn alltaf bara pappiðinn og allir hressir? Nei, ég er með síðust, er ekki mamma henn alltaf pappiðinn og allir feskir? Nei. Ég geta svo svarið það. Hvað ætlað þú að vera með sama þema? Hvernig datt okkur það í hug? Nei, þetta er það sem að Jón Gnarr saði við svona þegar hann kom í þetta. Nei, hann sagði þín nættuvatinn. Já, ok. Já. Ok, ég finn nýja línu þá, þarf ég að taka hennar viðbjóð. Ólafur Ragnar sagði þessa setningu, kallum. Nó, ok. Í nættuvatinn. Herru, þetta er samt, ok, þannig ég er þá bara, eins og ég sé hálf bara eftir á. Er ennþá með eitthvað svona línur úr vöktunum. Já. Ok, já, sæll, er þetta ljós kveikt og enginn heima? Já, rólur og ræða eitthvað. Ói, hvað þetta er vond, maður. Og þér er alveg sama hvernig þið ringi? Já, það skiptir engum máli hvað þú ringi, kallum. Já, ok. Þetta verður alltaf jafn slæmt fyrir þig. Já, þetta er bara óþægilegt. Og hérna, hún er að reyna að ná þessu svona, svolítið vera svona, eins og sett svolítið stoltur aðeins. Eins og mér finnst þetta töff. Já. Ok. Já, sæll og svona, taka alveg stílinn á það. Heldur hún náið því blöð? Já, ég næði. Já. Ok, já, ekki bara láta vera eins og ég sé... En þú veist, það reyndar, mér er svolítið óþægilegt og munur ekki eftir þessari setningu, þetta var besta setningin. Já, ég byrst afsökun á því. Já, ég bara, þú voru að fara að horfa á þessu serið áttur. Já, ég ger það. Það er þetta að fá þetta víða á D.A.T. Það er bara, hér er eitthvað að selja bíl. Ok, gott mál. Halló? Já, halló, ég var að tjekka hérna varandi að láta málaga mér. Já. Hvað hérna, ég var að flytja inn í 90 fermetra. Ok. Hvað, er best að gera þetta bara sjálfur, eða hvernig, ég veit ekki alveg hvernig að snúa mér. Það er alveg útilokað að þú gerir þetta sjálfur, maður. Já, rólur, að ræða það eitthvað. Hvað kostar að fá mann til að hjálpa mann að mála? Já, það er 3 og 5 á tíma. Já, ok, hvað heldur þau séum lengi að mála hérna svona 90 fermetra? 90 fermetra.
Það eru, 3 herbyggi eða? Já, ein kompa sem ég setti inn í hana svona skáp hana. Já, það er eiginlega herbyggi. Það eru svona 3 dagar, 3-4 dagar. Ok, já, sæll er öll ljós kveikt og enginn heima. Þetta tekur nú langan tíma. Það er nánast svoleiðis. Já. Góður hluti gera það. Já. En hvað eru þá lengi á daginn? Bara eftir vinnu þá eða? Nei, við erum bara á daginn. Já, ok. Yfirleitt á daginn að vinna. Já, rólegur að ræða það eitthvað? Ræða það eitthvað. Nákvæmlega. Ok, hvenær... Hvar eru þið búið? Hún upp í Álkonu, hvari? Já. Og þannig ég var að spá í, ég fleiti ekki inn í hana fyrir núna mánaðamótin. Já, það er bara núna á föstudaginn sem ég fæ hana afhenda. Já. Er ekki mamma hann alltaf bara pappi og allir þessir eða? Jú. Nákvæmlega. Það er ekkert öðruvísi. Það er ekkert öðruvísi. Ok, en já, ég þarf að fá okkur til að hjálpa mér eða ekki? Já, það er ekki erfitt að gera þetta einn? Það er ekki erfiðara en... Já, rólegur. Alltaf best að fá framan í verkefni. Já, sæll. Ræða það eitthvað. Já, viltu ekki bara kíkja á þetta og við förum yfir þetta? Já, ég ætla að heyra eins í pappa og ekki að heyra bara aftur í dag. Jú, gera það verður. Ok, bye. Þvílíkur viðbrögð, maður. Það var óþægilegt, maður, þessi lokasending að heyra eins aftur í pappa. Já, hvernig þá fór hann að hlæja maður, já, gera það verður. Já, bara, ég held þetta væri eitthvað fáiði. En það var æðislegt. Nei, þetta er ógeðslegt og... Mér langaði til að eiginlega bara ekki að vera En þetta eru þínar línur, þú varst með til nættinu bara eitthvað. Það er ríkalegt. Það kom að þér. Já. Þú færð, ég ætla að vinna þess með leðurbuxurna sem þú átti. Leatherpants. The Leatherpants. Þú hendir í voðalega þessar leðurbuxur þröngar á mér. Já. Og svo vil ég þú hendir inn sem þýðir hvað á mannamáli. Já. Og svo aðra setningu. Já, og svo í lokin. Slaka á, það er allir vinnir hérna. Ok. Slaka á, það er allir vinnir hérna. Sem þýðir hvað á mannamáli. Já, og voðalega þessar leðurbuxur þröngur á mér. Það er þessar leðurbuxur þröngur á mér. Hver var þriðja? Þú skrifaði ekki þriðju í rauninni af því að þú breyttir henni. Já, það var bara, slaka, það er ekki allir vinnir hérna. Já, slaka, það er ekki allir vinnir hérna. Ok. Ok, ég reyna að minna það. Þetta er mjög góða. Já, góða daginn. Góða daginn. Ég ætla að kanna grannslast þurru verðhjóðir hérna á hreyfiskynjurum og öðru slíku. Fyrir öryggiskerfi? Já. Tókaðu aðeins? Takkaðu fyrir. Herðu, Sællaður, hann brásir aðeins að bæ, bildurinn? Já, það er ekkert mál. Þetta eru nú bara svona... Já, en ég hvað skynjara varst að spá í? Hreyfiskynjara? Já. Þeir eru á, hefðbundin hreyfiskynjari er á 9.636. Sem þýðir hvað á mannamáli þá? Það eru, þú getur verið með dýr undir 27 kílóum sem að labba 4 fótum á gólfinu, að þau eiga ekki að tryggara þá, Já, ok. En svo hundar ketti eitthvað slíkt. Já, ég skilji, ég er ekki með það, Nei, herru. Þannig að hvað var verðið þá þess að vera svona? Þessum venjulega 9.636. Og er þetta þráðlaust allt saman eða? Já, þetta er allt þráðlaust. Herru, hvað? Hingraðis? Það er þetta þröngar þessar leðurbuxur segir ég hérna. Herru, ok, og hvað er þetta þá mikið svona allur pakkinn? Það er náttúrulega bara eftir ykkur marga skynjara og mikið að búnaði. Stöðvarnar sjálfar. Eru ekki allir vinir hérna? Eru veitu hvað mennur þau? Nei, bara, og þarf að vera svona æsa sig þessu. Bara að fá verðhjóðir í þetta. Hæ? Ég er bara að fá verðhjóðir í þetta með. Ég er að lesa það upp fyrir þig. Já, bara svolítið æstur. Nú? En allt í lagi, hvað varst að segja þetta? Ég myndi held að það væri þú sem verið æstur. Stöðvarnar það eru til 3 gerðir á stöðvum. Þú er að gera þetta mannamáli fyrir mig, ég skil þetta ekki. Já, ok. Herri, ég held að ættir að fara inn á heimasíðunni hjá hugna.is og lesa þér aðeins til þetta fyrst. Og hvert á ég að fara sér? Hugna.is að pæla mig. Hvað er ekki allir vinir hérna? Hæ? Hvenær allar útvarpa þessu? Hann var hann á þessu. Já, hann var komaðinn. Það er hann að með þig. Bara því ég setti þessa vika línu að þinn. Já, hann sá í gegnum þetta. Já, bara í restina. Já, bara alveg í blá restina. Já, þetta var, leggja setningar í munn. Nei, setningar í belg. Setningar í belg. Við hjá Dominos ætlum að taka okkur örlítið frí og skemmt okkur í kvöld. Þess vegna loka allir staðir okkar klukkan 8 í kvöld. Nema í Skeifunni. Þar verður opið í alla nótt eins og alltaf. Svo sjáumst við samkvæmt stundarskrá á morgun. Haha, Dominos.
Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Stærsti leikur ársins í spænska boltanum. El Clasico. Bestu knattspyrnumenn heims leggja allt í sölurnar. Lionel Messi gegn Cristiano Ronaldo. Dramatík, spenna og blóðugt stríð. Barcelona, Real Madrid á laugardag klukkan 14:45. Stöð 2 Sport, besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Ásgeir Trausti hér með nýfallir regn í FM 95 Blö. Hér réttanda hornið er splunkunýr Gunnþór og ég veit ekki miklu, kæru hlustendur. Ég var að byrja að sakna hans. Splunkunýr Gunnþór? Já, og reiðari heldur en sem aldrei fyrr. Já, hann er reiður og pirraður í dag og hann er að tala við þau hjá Skeljungi. Og það bensínið maður. Mjög ósattur. Og dísellinn og allt þetta dótari. Það var tekið fyrir, já, það var ekki með ásatíð á Skeljungi og við vorum að hrekkja starfsfólk þar fyrir fyrirtækið og ákvæðum að fengu leyfi fyrir að spila þennan Gunnþór hérna í þættinum. En áður við förum í nýjan Gunnþór, þá ætla ég að fara í sturlaða staðreyndir, Pétur Jóhann. Yes, ég var búinn að býta, hvað er klukkan? Klukkan er 20 minútur í 5. Þetta er bara sá tími? Já, við erum á réttum tíma með það núna. Þetta er sturlara staðreynda tími og við Blöndal er búinn að koma sér vel fyrir. Er þetta 10 stykki í dag? Þetta eru 10 stykki, eins og alltaf. Já, ég var reyndar að hlusta á okkur Sveppa í gær, sko. Þið voru sko að taka sturlaða staðreyndir á annað plan. Nú? Þið voru að prófa eitthvað og svona. Já, reyndar. En það gekk samt ekkert alltaf vel, sko. Sveppa átti að fara að grenja yfir lauknum, svo fór hann ekkert að grenja. Það var alveg ömurlegt. Við ætlum að tjekka hvort það virkaði að vera með tyggjó. Hann er náttúrulega ógeðslega töff, sko. Já, hann er svo harður. Hann er svo harður. Já. En það er samt svo fyndið þegar Sveppir reyna að sanna fyrir manni hvað hann er harður og étur eitthvað viðbjóð og drekkur eitthvað viðbjóð. Já, hvað sem þetta? Þú veist, 35 ára ennþá í sama röglinu. Það er ekki eins og verið að mynda það. Nei, hún er með alveg saman. Hann er alltaf að sanna fyrir manni hvað hann er harður. En það komið að sturlunum staðreyndum. Ertu tilbúin, Pétur Jóhann? Aldrei verið tilbúnari. En þið, hlustendur, eru þið tilbúin? Já. Okay. Já, við tilbúin, já. Byrju. Kjúklingurinn á KFC er meira ávanabindandi heldur en áfengi. Sturlu staðreynd. Já. Hvorki meira, nýja minna. Kjúklingurinn á KFC er meira ávanabindandi heldur en áfengi. Nei, ég get nú ekki verið sammálaðið, sant? Nei, þú getur ekki. Nei, ég er bara með þér í líður. Já. Ég er meira til í... Ég er ekkert einhvern veginn verða að fá mig kjúkling, einhvern veginn, já. Allavega, þetta er sturlustaðreynd. Þetta er ágætt svona spari einu sinni 2 ári. Já, segðu. Svo er það næsta, að sitja nálægt sjónvarpinu fyrir ekki illa með auguðin. Nú? Já, þannig að ef það er einhverju krakkar að hlusta núna, bara hlammið ykkur beintur fram á sjónvarpið og ef mamma og pabbi segja, herru, ekki sitja svona nálægt sjónvarpinu fyrir illa með augun, segja bara, nei, sturlustaðreynd. Nei, þetta er bara sturlustaðreynd, það er búið að kanna þetta. Já, Jóhann Berg, svonuðin, nú getur bara hlamma honu beintur fyrir framann. Þannig með nefið bara alvoni. Já, en þú veist allavega núna, það fyrir ekki illa með augun. Það er gott að vita það. Já, svo er það ekki. Matur, hætta og kynlíf er það þrennt sem að heilin í okkur verður alltaf varðið fyrst. Matur, hætta. Já, ef það er einhver hætta á ferð. Danger. Og kynlíf. Já, þetta er það sem að heilin er, já, alltaf, þetta þrennt, hann verður alltaf varðið þetta fyrst. Þú verður alltaf varðið þetta fyrst, áður en það verður varðið eitthvað. Nokkuð annað, já, hvort þú sett graður, svangur eða hvort þú hættaði kringu þig. Já. Já, þetta tekur smá tíma að síast inn hjá mér en ekki í máli, við förum í næstu. Já, sumo-kappar innbera 20.000 kalórir á dag og eru superstjörnur í Japan. Já, þetta vissi ég, sko. Það eru væri superstjörnur, sko. Já, vissur þið að vera með 20.000, sko, málið er ef þú ert að lifta fullu eins og þú átt að borða 2.000 kalórir á dag. Á ég? Já. Af hverju?
sem kallmaður, helst ekkert meira, þú ert að reyna að halda þær í formi. Já, ég skil þig. Þannig að þeir eru með, en þetta eru 20.000. Já, það er töluvert meira. Já, og svo eru, sko, ég fór að lesa meira þetta, þeir eru ekki bara súperstjörnur, alla konur eru eftir þeim bara og... Veitlausar í það. Já, bara eins og Hollywoodleikarar eða fótboltamenn eða eitthvað, sko. Þetta er, já, ég meina, ég kaupi menningin hana, já. Þetta eru menn sem á bara örgulega, þú veist, að því konur, það sækjast í öryggi, sko. Já. Vilja upplifa það að maðurinn þeirra sé hefur einhvern tíma sé sexy súmokappa eða? Þetta snýst ekki það, sko. Nei, ok. Bara að þú sért í öruggum höndum. Já, reyndar. Trúðu mér, þú ert í öruggum höndum, ef þú ert bara... Já, þetta er bara svo Brynborg. Þetta er bara eins og að vera bara inn í Brynborg. Bara öruggur staður. Já. Herru, svo er það hér næsta, börn hlæja 400 sinnum á dag að meðaltali, á meðan fullorðið fólk brosir rétt 15 sinnum á dag. Og hlægir aldrei. Jó, maður hlægir nú alveg, en það talaði að fullorðið fólk brosi alltaf 15 sinnum á dag, á meðan að börn hlæja 400 sinnum, það sér eitthvað miklu skemmtilegra að barn. Já, það er miklu skemmtilegra, maður. Já, ég meina auðvitað að þú getur hlegið, það er ekki búið að falla þig lán. Já, en... Og haft gaman að lífinu. En hvað er verið að tala bara smábörn, eða kemur það ekki fram? Nei, það stendur ekki aldurinn, það tala samt children en ekki kids, skilur þú? Já, ok. Ok, gott mál. Reyndar ekki það, þú ert náttúrulega bara hálf heftur og tvöllorðið maður og hlæðir 400 sinnum á dag. Já, þú ert að horfa á eitt slíkan. Sín hlægjandi einhverju, hinn og þessum maður. Sem er ekki eins og fyndið. Þú ert ekki 400 á dag samt. Nei, Myndir þú vilja vera með þannig manni í vinnu? Það er eins og Kolla í Íslandi í bíti, hún er alltaf hlægjandi, hún er kannski 400 sinnum á dag. Já, hún er örugglega alveg þar. Já, en þú finnur ekkert fyrir. Ég er kannski 200. Já, kannski 200. Já. Þú hlæðir mjög mikið. Ég hlæði mjög mikið. Já. Er það næsta? Næsta, og það er að þykjast borða mat getur seðjað hungur. Þannig að þú þetta heigur hungri. Já. Bara svona þykjast. Luftgítar, eða luftmat. Já, bara þykjast borða og þá nærður ég fór eitthvað að lesa, það var þetta að lesa meira um þetta, þá var þetta eitthvað að blekja hérna líka mann á heilan. En þetta er ömulegt samt, ég er að horfa það núna. Já, þú ert að þykjast borða? Sítja á veitingast. Velir, eitthvað svona í hátinn. Æ, ég er svo svagur, ég nenni ekki að borða það samt. Það er aðeins matselin? Nei, takk, ég er góður. Ég hef með hérna steik. Svo er það næsta 90% af karlmönnum ljúga tippastærð þína. Sturlu staðreynd. Já, ég er ekki í þeim flóki. Nei, eru menn eitthvað að ræða hana? Já, menn eru karlmenn? Já. Ekki mikið í kringum mig. Nei, ég hef ekki orðið mikið var við það. Ég vil þetta heppin. Nei, hvað karlmenn sé að ræða tippastærð sinni í kringum mig? Já, það er rosa. Ég veit til dæmis ekki hvað þú segist vera með marga sentimetra og hef engan áhuga að vita. Nei, ég er endar að bylla. Þetta er, held ég, bara góðsögn, sko. Þetta hefur einhvern veginn verið alltaf í umræðunni. Að við kallmenn séum að ræða þetta og höfum okkur áhyggjur af þessu. Ég held að það sé bara utan að komandi eitthvað rugl, sko. Já, við erum ekkert mikið að ræða þetta, ég getum bara sagt það hér og nú. Já, við erum ekkert mikið að ræða þetta. Nei. Og við erum ekkert að pæla í þessu. Nei. Vegna þess að, sko, það er bara annað sem skiptir máli í lífinu. Og það er líka ekki stærðin sem skiptir máli, er það ekki the motion in the ocean, sagði það ekki eitthvað? The motion in the ocean, it's the way you use it. Svo er það síðasta staðrendin, ég veit að þú kemur til að hafa gaman að henni. Er þetta síðasta? Já. Við erum aðeins að slaka á það. Þú ert búin að lesa þetta svolítið hratt. Er það? Hver var númer andan 4? Númer 4, það var að sumo-kappar. Já, sumo-klippa, sumo-kappar, það var svolítið skemmtileg. Síðasta hins vegar er fullnæðingar hjá smokkfiskum endast í cirka 3 daga. Þú ert að gera. Nei, hvorki meira en minna. Vá, hvað það er örugglega gaman. Nei, heldur það? Já. Þú getur ekki mætt í vinnu? Nei, ég meina þeir eru ekki að vinna neitt. Nei, reyndar. Ég get ekki mætt í vinnu í Danmark. Ég er að fá það. Ég er að fá fullnæðinguna. Já, það er ekki málið, útlöglega ásakað. Þeir eru ekki að vinna, þeir eru bara svamlandi um. Já, en ef það væri svona manneskja sem var í sama rugli og smokkfiskurinn, þá þyrftu helst bara að fá það bara á föstudögum, maður getur nýtt helgin í þetta. Svo þetta kannski, þú veist, ég meina það eru smokkfiska veiðar í gangi, maður. Já. Svo þetta kannski bara í miðri fullnæðingum, maður lendir í neti, bara drepinn og allt umulegt. Já, það er nú bara góða líkur að þú lendir í neti þegar þú ert að fullnæðingu, þetta eru 3 dagar. En hvernig, þú veist, ég meina, eru þeir ekki bara samt að gera svona það sem þeir eru að gera dagstæðlega? Þeir eru syndandi svona í grunninn. Veist að ég hef bara ekki séð smokkfiska klám, þannig ég get ekki komið til ráð því miður. Þetta er kannski að fletta því upp, kíkja þess á það. Hvað þeir eru að gera? Þeir eru svona, var í miklu uppöldan þegar þetta kom út á sínum tíma. En það er komin tími á splunku nýjan Gunnþór, kæru hlustendur. Gunnþór hefur verið í góðu fríi hérna hjá okkur
En við erum að fara að spila hérna fyrir ykkur núna upptöku sem að gerð fyrir Skeljung. Við Pétur Jóhann vorum að hjálpa þeim aðeins fyrir ásatíðina hjá þeim og áttum að hrekkja starfsmenn. Og Pétur Jóhann hringdi sem Gunnþór í, bara, hvað heitir þetta, svona höfuðstöðvar Skeljungs. Og leta á að heyra það svona eins og Gunnþór gerir. Og við ætlum að spila fyrir ykkur hérna, splungnýjan Gunnþór. Gjörðu svo vel. Skeljungur skiptiborg, góðan dag. Það slitnaði hérna hjá okkur áðan. Það slitnaði, heyrðu. Ég er búin að bíða endalaust eftir þessu. Hvenær fær maður eitthvað svör? Bíða eftir hverju, segir þið? Ég er búin að vera að bíða, ég var að tala við þig áðan. Ekki mig. Nú? Nei. Það skiptir þá ekki máli, ég er búin að reyna að komast til botn í þessu. Í hverju? Hvenær er þetta að fara að leyfa okkur fólkinu í landinu að njóta góðs af því að hvernig bensín verði endalaust helst alltaf í hæstu hæðum? Það er alveg sama hvar drepið þið niður. Halló? Já. Já, og hver heldur að geti svarað því? Það er alltaf sama sagan, það er alveg sama hvaða bensínstum maður kemur á. Það er sama ogrið. Já, það er allstaðar. Já, og bensínverð lækkar allstaðar, heimsverðið er hríðlækkað. Þið eru alltaf með það alveg hæstu hæðum. Hefur heimsverðið lækkað? Já, ég fylgist með fréttunum vinum, ég get alveg sendt hennar. Og hvað eru þið að gera þarna baðandi ykkur í kampavíni fyrir peningana okkar fólksins í landinu? Heyrðu. Og allir með öllum vandalega? Heyrðu. Sleikjandi hvern annan? Hvaðan ertu að hringja? Ég var að hringja heima frá mér. Hvað var það þig um það? Nei. Bara þakka fyrir að þið geti svarað, þið er ekki allir með öllum annað. Þú ert með hálfgerða svívirðingar hérna á okkur. Ég er ekki með neina svívirðingar, ég get alveg sagt þér það. Ég er alveg búinn að fá mig nóg aðeins og það eru fleiri. Þú veist að þið er ekki að hella þér yfir konur sem eru á skiptiborðinu. Mér er alveg saman, ég var að tala þarna með einhverju mannesku áðan. Hvað sagði hún? Það slitnaði, ég skapi næst að halda hún hafi bara lagt á mig. Já, það gæti alveg verið. Og hvernig stendur á því? Það er svolítið erfitt að sitja undir svona. Sitja undir, þið eru vantarlega bara hellandi í ykkur kampavínu og jarðaberum og... Kampavíni? Já, fyrir alla peningana, hvað eru þið að gera með peningana þá? Hvað hór er í gangi þarna? Heyrðu? Er það ekki það sem þetta fólk er að gera? Veistu, ég held að þau geti bara... Vorðandi eftir þetta með gulli og hór er í? Veistu það, við getum náttúrulega ekki staðið undir svona löguðu. Ekki... viltu ekki bara... Hvað heldur þú að ég haldi? Hvað á maður að haldum með það? Hvað? Þegar alltaf samanverði, það er aldrei lækkað. Nei, það er aldrei lækkað. Hverju gerir þið það þá ekki? Það reyndar gerist það stundum, jú, að það er lækkað verðið. Já. Og hvenær ætlið þið þá að gera það næst? Ég get ekki svarað þessu því miður og sá sem að kannski hugsanlega gæti svarað þessu er á fundi. Á fundi, já. Það er skemmtilegast afsöku sem ég heyrt. Já. Alveg með ólíkindum að þið skuli geta vaknað á morgnana bara. Algjörlega með ólíkindum og svo getur engin svara neinu og það er inn og þetta á fundi. Já. Það sé ekki bara eitthvað annað í gangi þarna. Eitthvað helvítis partí, hvenær verður partí í búið á ykkur? Frussandi yfir ykkur kampavín allan daginn, rósandi ykkur og klappandi hvert öðru á bakið. Og meðan að fólk eins og ég, bara vennulegt fólk, eru að blæðandi og hefur ekki efna á bensíninu sinni. En það þýðir ekkert fyrir að vera að skammast við mig. Allir með öllum og þetta bölvaða hórir í sem að fylgir því. Þegar fólkið með peningana svoleiðis flæðandi að... Þú verður bara að leggja á þig af því að ég get ekki svarað þér. Þá fyrst fær hórir í allt þetta hórir í út um allt. Hæ? Ætlar að leggja á mig? Hóla það. Þetta er svo... Svona verður þetta sem ásætti allir með öllum að baða sig upp á kampavínu. Já, það stefnir í það, já. Æ, þetta er Ingo hérna. Ég er ekki með gítarinn á mér en hann verður klár á austur næstkomandi 15. Allir í fíling og veðurguðinni verða á kantinum. Sé eitthvað þar í góðu stuði. Músíktilraunir 2013 verða haldnar í Hörpunni í boði ITR, Senu og Icelandair. Skráning er í gangi á músíktilraunir.is. Túborg kynnir klassik kvikmyndakviss í kvöld á English-pub Austurstræti. Tilboð á Túborg og alltaf frétta. Léttöl. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Áskrifendur í Stöð 2 Vild geta nú fengið stóra eldbakaða Ritz pítsu á 790 krónur í 3 einföldum skrefum. Skref 1. Skráðu kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is.
Skref 2. Pantaðu alltaf 5 stóra pítsur með 2 álagstegundum í símanúmerið 577-7000. Skref 3. Sæktu pítsunar og njóttu í góðum félagsskap. Þetta raunverulega einstakt tilboð því aðeins hægt að nýta sér það einu sinni til 27. febrúar. En mundu að þú getur skráð alltaf 5 kreditkort fyrir hvert heimili með áskrift að Stöð 2. Stöð 2 Vild eldbökuð snilld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott blátt hrísskúlu Nissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Kæru hlustendur, þeir að hlusta hér á FM 95 Blu og það komið að dagskrárliðinu vonda atið. Já, við ætlum að gera það saman í dag. We're gonna join forces. Já, við ætlum að samina kraft okkar hérna við Pétur og ringja saman. Við höfum eins og ringt á Katholt á Pétur Köttur, en kanntu eitthvað að leika hund, Pétur? Nei, í rauninni ekki, sko. Ekki, allavega, ég er ekki útskrifaður í því. Nei, en þú ætlar að reyna það hér í dag. Ég ætla að vera svona lítill puttur. Já, urrandi og... Er þessi betri? Nei. Þetta var bara eins og eitthvað rappundur, sko. Who let the dogs out? Þetta, ég meina, þetta heitir vonda atið. Er þessi ekki svolítið góður? Já, það gerði bara svona vilt. Já, herru, ég segist það með 3 hunda. Ok. Þeir, svo ertu svona... Já, ég er að ringja hérna á... Það er eiginlega túrættin líka inni. Hundahótel. Ok. Ég þarf að vera geltandi frá upphæð. Já. Já, kom það. Herðu, mér vantar, er þetta hundahótel? Þetta er já, smáhundagæsla. Þegiðu! Hvað kostar, ég er með 3 vitlýsinga hérna. Hvað hunda? Viltu þegja? Hvað kostar nóttin fyrir svona? Sko, hvað er með stóra hunda? Þetta eru 2 svona, ég meit púðluhund. Já. Og eitt svona, hvað heitir þetta litla hérna, svona rottu tjúáa? Já, þeir eru ekkert líki róttum, en það er sama. Hvað segir þau? Þeir eru ekkert líki róttum, en það er sama. Nei, svona róttu líki eitthvað, lítið og... Og þeir eru allir. Og svo er ég með einn, hérna, Golden Retriever, heitir það ekki? Já, ég tek ekki svo stóra hunda. Ég tek bara litla hunda. Ok, en ég ætti að taka hann. Hérna, hættu að naga! Hættu að naga! Í spraybrúsa, fáðu þið vatn í spraybrúsa og sprayja það á það þegar þið gert það. Hættu að naga! Þannig að naga hérna... Hættu þessu. Þetta er tjúinn. Já, alveg óþólandi. Þannig að naga, herðu, þannig að naga hérna skóin. Þetta er fara... Drullar að mér! Herðu, hvað kostar hérna, segir Þú ætti nú held ég ekkert að vera með hunda, minni minn. Hvað segir þau? Þú ætti greinilega ekkert að vera með hunda. Ég held þú ætti ekkert að vera með hunda. Þú ert greinilega ekki sterk búinn til þess. Með þú hvernig það öskar á. Jó, ég bara get ekki verið með það í nótt. Það er ekkert pláss hjá mér. Ekki þess, ég má bara taka 6. Hvenær er laust? Herðu, hvað er hann að gera? Hvað er hundurinn að gera? Spraybrúsa og sprayja þá þegar þeir eru óþægir. Hvað segir þið? Taka vatn í? Það er vatn í spraybrúsa. Já. Sprayja þá. Sprayja á hundinn? Sprayja vatn á hundinn? Já. Ok. Það finnst það mjög óþægilegt. Áttu þú svo hunda? Já, ég er nýbyrjað með einhverjari stelpu sem á þetta. Já. Þannig ég þarf að losna við þetta í nótt, ég er ekki búinn að sofa. Já, ég. Ástin mín, farðu og náðu, settu vatn í spraybrúsa. Já, vatn í spraybrúsa, ég á að sprauta á hann. Segðu mér hann nú er ég komið... bara naga... Þegiðu! Ái, herðu. Farðu í annað herbyggi. Nú er hann að bíti í löppina mér. Já, þú greinilega kannst ekkert á hunda. Jú, ég ætla að hrista hann að mér. Það rillaðir af. Hann er bara á löppina mér. Láttu, kærastan þín að taka hundin, hún lítur að vita hvernig hann á að... Hvað segirðu? Á ég að taka hann bara af? Nei, kærastan þín að taka hundin, hún lítur að vita hvernig hann á að... Á ég að kærastan að taka hundin af löppinni? Já. Sigríður! Fara með því annað herbyggi. Sigríður! Það saman. Þú átt að taka það af löppinni á mér hérna! Hún er komið hérna með eitthvað vatn.
Herru, þetta róar hann ekkert. Herru, hann á næstari. Ég er ekkert hvað að segja, þú öskrar bara öskrar. Hann á næstari, ég er að segja þetta. Það í annað herbergi, maður. Herru, ok, býta aðeins. Já. Halló? Já. Heyrðu í mig núna? Já, þessi hundur er greinilega mjög grimmur. Ertu búin að vera vondur við hann? Vondur við hundinn? Já, ertu búin að taka í hann? Nei, það er hann sem er alltaf að ráðast á mig. Já, ég meina, það er eitthvað, það er annarkvæmt er hann snar klikkaður, ég heyri bara hann urrar og urrar, en svona sjálfur orðin bara kolvitlaus. Já. Og hérna, það er eitthvað af honum, hann er greinilega ekki alveg með fulla þeim. Það er ekki með mig, sagast ég fór út að lappa með hann með og skeitt. Já, og allt í lagi með hann. Ég er vanur að gefa hann Snickers, ég er ekkert búin að gefa hann eitt súkkulaði í dag. Það má alls ekki gefa hundum súkkulaði. Erum við alveg út að aka í sambandi við hundauppeldi? Hefðu, hann dyrkar þessi Snickers, ég er með svona mini-Snickers sem ég kaupi í fríhefnunni. Það er efnið sem hefur mjög slæm áhrif á hann, kannski er hann svona brjálar út af því. Heldur það sem er netón á mig? Hann greinlega þolir það ekki, en hérna ég get ekki tekið hann. Þolir hann mig ekki? Hvernig er með konuna sem á hundin, kann hún ekki umgangast hann? Þú veit hérna aðeins að tala við hundaþjálfar og hvernig hann er greinlega alveg Býta þess, ég ætla að opna þetta eins, heyrur í honum, ég er opnað þetta fyrir honum. Hann er alveg trilltur, passa að gefa hann ekki meira súkkulaði, þetta er eins og ofvirku krakki og sykursjokk. Nei maður, heyrðu, nú er að koma nýra uppin á mér aftur. Ok, bless. Bless. Já. Ég verða. Vá. Þetta grinn. Þú ætlaðir aldrei að ljúka þessu símtalið maður. Vá maður, ég er bara verið að fara heim eftir þetta sko. Ég er alveg búinn á þeim maður. Þú vextu smá frið þegar ég lokaði. Þegar ég lokaði á þig, það vextu smá frið. Ég þakka bara fyrir það. Ég held þetta ræðið aldrei búið maður. Hún var alveg brjáluð á tímabili kona maður, alveg gjössalega brjáluð út í þig. Þetta var vonda atrið sem að hefnaðist nú bara svona skemmtilega. Þú ert fínn hundur. Já, við sameinuðum hann að krafta okkar í. Já, ég ætla að ringja hana núna og láta hana vita, hún var svo elskuleg. Alveg æðislegt lag. Hvernig get ég náð þér einum eða einni? Já. How will I get you alone? Hljómar ekkert verða þegar þú segir þetta svona. Hvernig get ég náð þér einni? Já, það er úgeðslega svona. Það er eitthvað. Það er creepy. Það er eitthvað creepy við það þegar að fertuðu maður í leðurbuxum segir það. Hvernig get ég náð þér einni, Dóna minn? Hvernig get ég náð þér einni? En ég er búinn að ringja á hundahótelið og hún tók mér bara vel í þetta, vinkun okkar. Já, tók vel í þetta. Já, þannig að þetta var allt í lagi. En sko, þú heyrðir alveg að henni var and hundana. Hún vildi ekkert að ég átti ekkert að fá að vera með hund. Nei. Svona með hvernig ég hagaði mér. Gefa honum Snickers og svona. Já, og þú varst í rauninni bara svona, ætlar að panta herbyggi fyrir hann, sko. Já, svo breyttist þetta bara. Það var eiginlega... Þú náttúrulega geltir allan tíman. Já, mér fannst það svona, ég læði svolítið upp með það, sko. Og hérna... Þú varst orðin þreytur. Ég var orðin geðið þreytur, maður. Já. Hérna... Það er erfitt að gelta í 7 mínútur. Já, þessu gelti, sko. Já, það var erfitt. Já. En ég ætla ekki að vera að væla og kvarta hér. Ég geti verið í verri vinnu. Hér strax eftir þessi skilabóð þá erum við bæðið að fara í bölvaði símtali. Sérðu hvað þetta er þéttu dagur hjá oss? Svakalega að gerast maður. Byrju, þurfum við ekki að fara í karaoke bara nú? Jú, við erum að fara í karaoke strax eftir auglýsingar og ertu búinn að velja lag, Pétur Jón Sigfússon? Ég er búinn að velja lag. Þú ert búinn að velja lag? Já, sem að barst inn á Facebook. Já, og ég valdi mig lag þar líka. Já, er það? Já. Þannig að við þurfum ekki að taka inn eitthvað. Nei, við þurfum ekki að opna fyrir síman, en við þurfum eins að opna fyrir síman þegar við erum búinir að syngja, því að þá er það ykkar höndum kæru hlustendur. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Hvað lag ætlar að taka? Vil taka Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, ok. Rising up, sing of the leaders. Ég ætla að henda mér í Linkin Park. Linkin Load. Aha. Já, ég ætla að reyna að fara í Linkin Park. Já. Já, heyrðu, þá gæti verið að ég breyti, já. Ég ætla að heyra hvernig þú. Ég ætla að rappa og rocka hér rétt. Nefna að láta mig byrja. Hér strax eftir auglýsingar. Já, kannski breytum því núna. Þú ert búin að vera hotstyrkjan og þú byrjar. Nei, ég get ekki verið að nota einhverja taktík eins og síðast, að skiptum lag og... Já, það er karaoke og bölvaði símtali hér strax eftir auglýsingar. Frá þeim sömu og færð okkur hangover-myndirnar kemur partymynd ársins. FM 957 býður þér hérna ærslafullu og stórskemmtilegu mynd 21 and over. Where's my son? He's in bed, he's sleeping. Daginn áður en Jeff Chang á að taka lokaprófið í læknisfræðinni ákveða 2 bestu vinnur hans að koma honum á óvart og halda upp á 21 árs afmælið hans. Þeir hefðu betur sleppt í. Yeah, so where are we? Jeff Chang, where do you live? That's not gonna work, you gotta shake him. Wake up! Sérstök FM 957 partysýning verður á myndinni 5. 28. februar klukkan 22 í Smárabíó. Fylgstu með á FM og þú gæti fengið miða. Did we just kill Jeff Chang? Vertu á verði.
Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. ASI. Frá þeim sömu og færð okkur hangover kemur partymynd ársins 21 and over. Get down immediately. What are you doing, sir? I think he's getting... Drepfyndin mynd sem þú vilt ekki missa af sín 1. mars. Hefur þú orðið vitni að góðverki? Sendu tilnefningar í samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á vísir.is/samfélagsverðlaun. Veitt verða verðlaun í 5 flokkum alls og peningaverðlaun fyrir sjálf samfélagsverðlaunin. Frestur til að senda inn tilnefningar til 14. mars. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Kristján Aguilera og Blake Shelton með, lagið Just a Fool. En nú hins vegar komið að okkur Pétri að syngja því að það komið að karaoke-keppni FM 95 Blöð sem einmitt alltaf á miðvikudögum. Já, fastu liður hérna hjá okkur. Já, og ég þarf að sigra halda í dag. Þú ert búin að vann síðast. Ha, var það? Já, vann síðast með Nirvana og jarðaðan. Já, alveg, það var svindl. Nei, það var ekkert svindl. Þú breyttir á síðustu stundu og svona. Sem þýðir aðeins eitt. Gamlauti hefði kallað þetta svindl. Já, gamlauti. Ok, þú ert að vinna í þér. Já, ég ekki af tapskur ég var. Herðu, hljómar vel, gaman. Alltaf gaman. Af því að ég gerði þetta í síðustu viku. Já, svo breytir ekki aftur, ætlum við að láta þið byrja núna. Í fyrsta skipti í sögu karaoke-keppninnar. Það er aldrei gerst að þú byrjar. Og það þýðir aðeins eitt, ég þarf að koma niður til þín. Ég ætla að taka Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, það er Rocky lagið og kottu, Sigurbúði, það er allt tilbúið hérna fyrir. Já, fá þig vassopa, það liggur ekkert á. Passa bara hell ekki í leðubuxuna hennar. Kemur hann hérna strunsandi 1.50 í leðubuxum, aldrei verið flottari. Ég er þetta 1.60 sko. 1.60, þú nærði ekki 1.70. 68 held ég. Já. Ok, hér er allt klárt, lagið klárt, röddin klár? Já, hún hvernig, þetta ekki Rise? Já, það er eitthvað svona. Rising up! Tilbúinn? Já. Þá byrjuðu þetta. Þetta var alvör. Já, ég sé það líka bara hvað þú stoltur að þessu. Þetta var rosalegt. Ég var ánægður með þetta. Já, ég sé það og þú ætti líka að vera það. Ég ruglaðist á texta reyndar, það skiptir ekki öllu. Nei, það skiptir engum máli. Ég láði að hanga inni maður með bara, þú veist. Því líkur performance þarna. Þetta er með því betra sem hefur komið frá þig, Pétur. Þetta var bara gæsahúð og þetta var algjört rugg. Þú lígur því. Ég veist þessi ruggli í þið maður. Hvað ætlar Hundi Blöð að gera? Hvað ætlar að taka núna? Ég ætla að taka Linkin Park inn í end. Ég ætla að rappa og syngja. Vá! Guð minn almáttur. Það var með vassopa hérna til að reyna að reynsa. Nei, ætlar að taka, Byrjar sem við bjóður. Ég byrjar að fá gæsahúð. Ég held að vera að taka þetta lag og gjörsanlega snýta þig. Nei, það held ég ekki, en ég ætla að reyna. Ég reynda að kann þetta lag. Þetta var upp á slægmyndum í gamla dag þegar ég var að byrja á popti. Kanta út og inn. Þetta grínast Blöndal. Þú veist, það eru myndavélar inn í stúdíónu, sko. Það er bara hlýtur að sjást, það er löðrandi. Ég kláraði með það. Nei, það er nóg eftir. Ég sé það á þig. Það er nóg eftir að Blöð. Ég er ekki að grínast. My boy Blue. Ég er ekki að grínast. Ég er aldlis. Ég er að reyna að safna. Vá, ég misti bara allt það. Aldrei geta tekið þetta lag. Þó að ég væri bara... Ég er bara að jafna mér. At gunpoint, sko. Herru, þá er það hlustendur, það er 511-0957. Nei, við getum líka bara Ötti, við þurfum ekkert að... Hættu þessu, Pétur. 511-0957. Já, við skulum sjá hvað hlustendur hafa að segja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Góðan daginn. Ég ætla að kjósa Ötta. Anna, þekki ég þig. Jöfnveld kemur það á óvart. Ertu viss? Heyrðurðu bæði lögin? Ég heyrði bæði lögin, en Linkin Park er einu mínum uppáhaldshljómsveitum. Já, þetta er geggja lag, menn. Já, vel farið með þetta líka. Það er myndalag. Þannig Ötti fær mitt atkvæði. Takk fyrir það og takk fyrir að ringja. Ég kaupi það. Takk fyrir bæ. Já, ég var ánægð með þessa. Ok, 1-0 fyrir Blöð. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég kýsa þetta. Nó, herru, 2 í röð. Hvað er að gera? Það er náttúrulega, þetta eru 2 stelpur, sko. Það eru... Herru, þú ert í leðubuxum, sko. Já, en þú veist, það sjá þær ekki. Nei, það er ekki séð þær. Reyndar. Þá væri öldin unnur. Hvað heitir þú?
Sigga. Sigga, takk hérlega að ringja. Takk hérlega að ringja. Ok, 2-0, já, koma svo hérna. Ég þarf að sigra haldur í dag. FM. Já, góð dag. Góðan daginn. Hvað segir félagi? Hvað segir kallinn? Bara gott. Ekki? Hvor fannst þér betri? Pétur, I am the tiger. Yes, ég fekk eitt djöfellir ánæði með þið maður. Hvað heitir þú? Þú varst með frábært lag líka. Halli. Hvað segir þú? Halli? Halli, takk innilega fyrir þitt atkvæði. Ok, Unur. Það er 2-1, það er mikil spenni í þessu. Hvort lagi fannst þér betra, Kærus? Herru, Pétur var alveg með þetta, sko. Ég held ég fyrir sálfræðar, sko, eftir þetta. Þetta var aðeins, sko. Því miður, og missa 4 strákur, mér var alveg ekki alltaf læg með mannin. Hjá mér? Já, því miður. Já, ok. Þetta var, gengur verðnað. Ok. En 4 strákunum bara í áfallandi í bílnum. 2-2 blue. Ég held ég að gera þetta svo fallega. FM, góðan daginn. Já, vel gert hjá þér. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hver fæði þitt atkvæði? Ötti. Já, hann þekki ég þig. 3-2. Þetta er svo auðvelt fyrir þig, Ötti. Hvað er þetta eitthvað klikkað? Það er sama frá syngur stelpun. Verði ekki þessu bulli. Takk fyrir að ringja. Ég er djókið. Takk fyrir. Við fáum næsta hlustanda. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Nei, stemmi ekki bílum. Þannig eru. Hvað segir þú? Sko, það er Pétur og með þetta. Pétur fær ykkar. Nei, það eru stelpur hérna, sko. Herðu. Við fáum bara 2 atkvæði, 1 á mig og 1 á þig. Nei, það er samt ekki reglan, hann er með símann, sko. Já, nákvæmlega. Það gildir, já. Ég er með símann. Og hann gefur mér mitt. Þú ert ánægður með konuna hennar, aftur í maður. Já. Hún öskar eins og sé bundin. Já. Hún er bara, nei. Hún far ekkert að borða ykkur. Nei. En ég beði heilsinni, ég er ánægður með hann og þakka henni fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir atkvæði. Heyrðu, hver er staðan? 3-3, þú fegst bara atkvæði þannig. En þú heyrðir að konan hans var ekki sammálun. Nei, ég veit það. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði? Það er Pétur. Það er Pétur, maður. Hann er komin yfir þá 4-3. Jöfnveld er ég ánægði með þið, drengur maður. Það besta af flutningu inn var hláturinn í Pétur aftur, sko. Já. Fannst þið mitt ekki flott? Það var ægilega vond, sko. Ég gat ekki gert þetta betur. Ég var actually að vanda mig. Þannig ef þetta var vond, þá bara, ég á ekki meira. Það var ekki vond, Öðum Blöndal. Hann er að segja það. Nei. Jú, hann er ekki... Hann var ekkert að segja það. Þú ert bara að segja að þú er besti vinn minn. Já, ok. Heyrðu, en takk fyrir atkvæði. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, 4-3, heyrðu. Pétur má ekki fá FM. Halló. Nú, það skelltist bara á. Þarna munaði litlu. FM. Góðan daginn. Góðan dag. Hver færið þetta atkvæði í karogínu? Nei! Ég trúi þess ekki. Jæja. Jöfnveld er ég ánægði með, og það er kona sem gaf mér þetta atkvæði. Hvað heitir þau? Það. Ég er Silja. Silja. Já. Þarna, þetta, ég er ánægði með þetta, Ljómin. Við erum 3, sko. Voruð 3 og völdu alla Pétur? Já. Nei, er ekki einhver einhaldan sem að... Nei. Getur ekki logið því alltaf að mér? Nei, til miður. Það er ekki hægt. Já, það var einhaldan aftur í sem alltaf að kjósa kallin. Ég þakk henni fyrir það, kist henni frá mér. Nei, heyrðu, takk innilega fyrir þetta, Dewey Egberts. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, bæ, þá er Pétur búinn að vinna þetta, við tökum gamla góða. Hvernig hefur þú kosið? Það er Pétur allan daginn. Já, herru, þá tölum við ekki meira við þig. FM. Hann er í leðubuxum, hann er í Hver er fengið þitt atkvæði? Halló, FM, hver er fengið þitt atkvæði? Pétur. Ég vissi það, maður. Ég vissi það. Já, Pétur, þú vissi það, þú ert aðeinslega, þú veist allt. Þetta, hey, winning is my fuel. Mennur að hætta að stela lífinu mér. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai.
Það magnaður miðvikudagur og frábært tækifæri til að eignast Nokia Lumia eða HTC snjallsíma á frábæru tilboði. Svo líka 25% afsláttur af GSM aukahlutum. Kíktu á tilboðin á netinu eða í næstu verslun. Síminn. Við hjá Dominos ætlum að taka okkur örlítið frí og skemmt okkur í kvöld. Þess vegna loka allir staðirnir okkar klukkan 8 í kvöld. Nema í Skeifunni. Það verður opið í alla nótt eins og alltaf. Svo sjáumst við samkvæmt stundaskrá á morgun. Dominos. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð. Á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það er langt síðan að við höfum gert það. Það er langt síðan að við höfum gert það. Það er rétt hjá þér, Pétur, þeir að hlusta hér á FM 95 blöð og við ætlum að fara í dagskrárlið sem við höfum ekki farið í langan tíma. Og hann heitir... Blótaði í símtali. Það er rétt hjá þér. Og við höfum aðalega verið að vinna bara með þegið eða stein þegið. Já, það, ég minna. Ég hendi stundum í snarhaldi kjafti. Já. Eitthvað svona. Já, ég þóri því. Þetta er ekki flókið. Þú ert með miklu betri orðaforða í þetta. Nei, það er sko, þegiðu, stein þegiðu er svo gott. Já. Stegiðu. Já. Þetta kjafti þetta helvítið. Og eitthvað svona. Já. Þetta kjafti þetta helvítið, kannski, inn á milli. En þetta, ok, við bara vindum úr í þetta. Já. Þú fyrst og svo ég. Það er ekki eftir neinu að bíða og... Bíðum samt aðeins. Fara inn í þetta. Alltaf hindið. Tannlæknastofan, góðan daginn. Já, góðan dag. Ég ætla að panta hér fyrir strákinn. Já. Með gutta. En við erum að flytja á norðan, hann að ég hef ekki farið með hann til tannlæknis hérna á höfuðborgarsvæðinu áður. Herru, ég þarf að skipta síma. Hún hundi hjá mig tala bara í þessu tölu. Þegiðu, stein þegiðu! Herru, hingra aðeins. Já. Jæja, þá er ég komin fyrir saman hérna. Já. Tölur sem virkar. Hvað er það? Hafið þið ekki verið hérna áður? Nei, ekki í bænum. Ekki í bænum? Nei. Ok. Jöfussis. Þetta með hund þarna einhvers þar. Þegju! Stein þegju! Hvað segirðu? Það er daldil biðtíma hjá okkur. Hvað er löng bið? Við erum með tíma bara í lok mars, byrjun að... Jöfussis, anskotas! Já. Hættu þessu! Hvað segirðu? Við erum með tíma í lok mars, byrjun apríl. Já. Það er spurning hvort þið viljið. Já, en hvar eru þið aftur til húsa? Við erum í Faxafinni. Þegið! Og það er svona, er löngbyggð allstæðar í bænum, veistu það, er þetta svona? Nei, það er bara misjönd. Drullaður aftur! Jöfussis! Þú getur pröfað að leita í kringu þig bara. Er þið ekki að tjekka á þessu eitthvað? Gerðu það? Gerðu það, hvað er það? Þetta er ég er að munna núna okkur og hættum í þessum dagskrárlið. Þetta er alveg skelfilegt. Nei, það er reyndar erfitt þegar að vera svona ungar konu, svona bara já. Segin að þegja og hún bara, það er samt að fyndi í þessu lið, það haldi alltaf allir þessi með hundi á okkur. Já. Þetta með hundi á þér. Nei, hvað heldur það? Nefnum að reyna þetta. Viltu fara í tannlæknastofu líka? Bara hvert sem er maður. Ok. Tannlæknastofu eða hvað sem er. Tannlæknastofa, góðan dag. Já, góðan daginn, ég ætlaði að kanna þarna hjá þér verð. Já, hvað, verð? Verð á tannlækningum. Það þarf bara að skoða. Já, ég get ekki alveg sagt alveg nákvæmlega... Þegið, hvað segir þú? Ég get ekki alveg sagt nákvæmlega hvað það kostar. Þegið, helvítið. En hvað kostar að fara bara svona í venjulega skoðun? Ég meina ef það er tekna myndir og svona, Já, myndir og sko, ég finn alveg ég með tannpínu. Já, ég bara, eins og ég segi, ég bara er ekki viss hvað það kostar. Ertu ekki með bara standardverð á svona skoðun til að aðbúa svona? Það er svona, kannski 12-14... Þegið, helvítið! Hvað segir þú? 14.000. 12-14.000? Já. En svo viðgerðin sjálf? Það get ég ekki sagt, sko. En bara eins og bara venjuleg fylling, deyfing og fylling, er þið ekki með verð á því? Já, en það er svo misjafnt. Þegið, helvítið! Fyrir ekki þetta? Já, það er hérna, því mig, það verður að skoða. Þegið, helvítið! Það verður að skoða. Steindu! Já, en ef bara svona standardverð? Ég get ekki svara því, sko. Akkur ekki? Af því, það er bara misjafnt. Þegið! Fylling kostar. Já,
Ég get ekkert sagt hvernig þín fyllir fyrir það Já, veit. Jæja, ég skoða, ég hringið þá aftur. Já, ok. Já, takk, fyrir kjöð. Já, hann var alveg að fara yfir greið. Hún sagði aldrei neitt. Eitt einasta komment á það. Mér finnst það líka stundum svo fallegt að fólk tala bara í gegnum þetta þegju stefi. Já, fyllingin ásalega þegju. Það var hann að fróðufella maður. Þetta var bölvaði símtali. Þetta er ekki flóknar en þetta. Þetta er nú meiri vitleysarn maður. Já, samt ekki. Já, samt, það er eitthvað kósið við þetta. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Not Giving In heitir þetta. Heyrðu, það voðalegur hraði og gott beat í þessu. Já, hitt var hérna Feel the Love. You can feel the love. Já, hver gæti gleymt tíma? Frábært lag það. Já, það flott lag líka. En já, það bara komið að laginu á leiðinni heim, Pétur Jóhann. Heyrðu, já. Þú vilt meina reglan eigi vera svo að sá sem að vinna karaoke fá að velja lagi á leiðinni heim? Nei, sko, þú settir þá reglu einu sinni í gamla dag. Sett ég hana? Já, þú sagðir að því að þú vann karaoke, þá mátt þú velja lagi á leiðinni heim. Svo stóðst Tala ég svona þá? Já. Þú tala bara svona. Ok. Já, auðvitað bleið upp með eitthvað þarna. Tala ég svona þegar ég heyri ekki? Já, ok. Þetta kemur svo, þetta heyri svo allt öðru inn í hausnum á mér. En hlustar aldrei á upptökur á þáttunum? Já, er ég þá hvernig? Kemur heim á kvöldin. Hvernig er ég þá? Já, það er bara stelt á það að ég heiti Blöndal og það. Ég heiti bara Blöndal? Nei, ég heiti Blöndal. Já, ok. Nei, allavega, þú lofaði mér einhvern tímann að ég fengi... Já, þú þarft ekki að faxa þetta upp í raskatamið, ég heyr alveg hvað þú segja. Ég lofaði þér einhvern tímann og þú mætti stjórna laginu á leiðinni heim og þú myndir vinna karaokeið. Og þú er aldrei staðið við það. Jú, þú fékkst að spila hérna eitthvað daginn. En ég ætla að standa við það núna. Ok, og ég þú veist, ég hef aldrei fengið... Ég get ekki neita manni í leðurbuxum. Nei, þú getur það ekki. Nei. Og ég hef aldrei fengið að velja lag með þessari hljómsveit. Þetta er mín persónulega uppáhaldsljómsveit. Já. Þessi hljómsveit fyrir þig er eins og Nirvana fyrir mig. Já, og hljómsveit heitir Depeche Mode og við ætlum að spila hérna Enjoy the Silence sem er að mörgum talin besta lag, sko, allra tíma sem gefið hefur verið út. Já, ég skal vera alveg sammálaður þar. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta er alveg geggja lag og þannig að lagið á leiðinni heim í dag er Enjoy the Silence með Depeche Mode. Já, þú veist, þetta ætti að koma leiðin í stuð. Já, ég segi nú ekki stuð, en þetta er gott á leiðinni heim. 5-7, þetta heyrist ekki á hverjum degi. Nei, aldrei. Þessar útvarpsstöð. En geggja lag. Sem gerir, þú veist, það gerir það eiginlega betra að heyra það bara einu sinni á öld. Já. Hér á þessari stöð. Á FM. Ég er með þetta í eyrunum allan daginn. Hér á FM. Hér á FM. En klukkan er að verða 6 og við Pétur Jóhann erum að fara að kveðja ykkur kæru hlustendur. Hann er mættur hér í stúdíóið, hann Rikki G. Eða G-bletturinn eins og hann er oft kallaður og ætlar að vera með ykkur hér til 8 kvöld. Svo er, nei, til 9 kvöld ekki? Það er 9, það er alltaf 9. Hann er alltaf til 9, sko. Já, ég veit allt um það. Ekki. Nema á 15. föstum. Já, þá er íslenski listin. Og helgar. Og þú ert ekkert helgar? Nei. Takki vel á móti Rikka. Pétur, það er búið að virkilega gaman að vera með þér í dag. Erðu, gaman að þú skulle minnast á það vegna það er búið að virkilega gaman að vera með þér líka. Þú mættir hérna bara í leðurbyggssónuðinum tilbúin að dansa og við dansum í 2 tíma. Ég gerði það nú bara fyrir þig. Ég veit það. Þú baðst um það. Þú ert svo flottur í þeim. Þú fær það sem þú vilt. Þú gerði það bæði, verður nú reynskilin, þú gerði það bæði fyrir mig og svolítið fyrir stelpunar í fyrirtækinu líka, þegar ekki? Ég ætla nú ekki að tjá mig sérstaklega. Nei, þú ert alveg reynskilin. Ég kýs að tjá mig ekki um það mál. Þær höfðu allavega ekki, þeim fannst þetta ekki leiðilegt. Já, ég tók ekkert eftir því, sko. Nei, menn þessi var góður. Það slupaði eftir. Þannig með svona drengi eins og mig að við tökum ekkert eftir svona. Þeirra stelpunar eru slefandi eftir þér? Nei. Púlar þetta samt alveg ótrúlega vel. Já. Ef einhver getur verið í leðurbuxum, þá er það Pétur. Hann er með vöxtinn í það. Já, þið segið það. Við þökkum fyrir hlustunina í dag og Pétur til hamingju með sigurinn í karaokeinu. Já, þakkaði fyrir maður. Við Hjöppi K verðum mættir hér á morgun klukkan 4. Takkið vel á móti Rikka. Það að sigra er mitt bensín. Já, en það var ekkert bara karaoke í dag samt. Við vorum að bölvi sín til að leggja orði í munn. Það var Nýr Gunnþór, við gerðum síma þetta á Hundahótel. Það búið að veistla í dag og vonandi að þau jafn gaman að þessu við. Það var alltaf fljótt að líða. Takk fyrir hlustuna, heyrumst á morgun. Það er magnaður miðvikudagur og frábært tækifæri til að eignast Nokia Lumia eða HTC snjallsíma á frábæru tilboði. Svo er líka 25% afsláttur af GSM aukalutum.
Kíktu á tilboðin á netinu eða í næstu verslun. Síminn. Æ, þetta Ingo hérna. Ég ekki með gítarinn á mér en hann verður klár á austur næstkomandi 15. Allir í þvíling og fíling og veðurguðinni verða á kantinum. Sé eitthvað þar í góðu stuði. Það eru útsölulok í Epic, Laugavegi 56. Allur Volcom og Nike snjóbretta og strítvatnaður á 40% afslætti. Klassik kvikmyndakviss í kvöld á English Pub Austurstræti. Tilboð á Túborg og alltaf frétta. Léttöl. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlu Nissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtasmar á 1.